Komið sælir áhundur góðir og verið velkomnir í þessa þáttaröð sem fjallar verkalýðsbaráttuna á Íslandi síðastliðin 100 ár eða svo, söguna sjálfa og lærdóminn sem við getum dregið af henni. Við ætlum að byrja á því að fjalla húsnæðismálin sem eru snar þáttur af verkalýðssögunni okkar, en síðastliðina 2 mannsaldra eða svo hafa þau breyst algerlega. Lengst af þjóðarsögunni bjuggu Íslendingar í sveitum og svo var í raun allt fram yfir aldamótin 1900 enda hófst þéttbýlismyndun hér á landi langt seinna en þekktist á meginlandi Evrópu. Í þessu efni segja tölurnar sína sögu. Undir lok 19. aldar voru landsmenn ríflega 75.000 en þá bjuggu aðeins á 17.000 manns í höfuðborginni Reykjavík, fjölmennasta þéttbýlisstað landsins. Ísland var með öðrum orðum einfalt landbúnaðarsamfélag svo mörgum öldum skipti og byggð réðist einfaldlega af því hvar land var nógu gjöfult til að framfleyta fjölskyldum. En tækniframfarir breyttu hér öllu og í tilfelli Íslendinga skipti stóraukin þilskipaútgerð og upp úr miðri 19. öldinni öllu máli hvað viðvék þéttbýlismyndun. Sjávarþorpin tók að myndast hringinn í kringum landið og flutningur landsmanna úr dreifbýli í þéttbýli hófst fyrir alvöru. Þrátt fyrir varnaðarorð margra málsmetandi manna á þeim tíma sem vöruðu ungt fólk við því að flytja í sollin á mölinni þar sem aðeins væri að finna ónýtjunga, allt efnilegt og heiðvirkt vinnufólk ætti að halda sig til sveita þar sem náttúrulegt umhverfi Íslendinga væri að finna. Þessi umvöndunarorð dugðu skammt. Fjölbreyttari vinnu var að finna í smáum sem stórum kauptúnum og ein róttækasta breytingin sem orðið hefur á íslensku samfélagi var að verða að veruleika. Unga fólkið í sveitunum sá kaupstaðamenninguna í hillingum. Vandinn var bara sá að það vantaði sárlega allt húsnæði til að taka á móti þessum stríða straumi fólks til bæja og borgar. Og þá komust húsnæðismál íslensks alþýðufólks í hámæli, nokkuð sem aldrei áður hafði verið til umræðu í samfélaginu hér á landi. Þetta er auðvitað mikil saga og merkileg sem margir kunna að segja frá, svo sem verkalýðsforystumennirnir sjálfir vitaskuld. Talandi húsnæðismálin til lengri tíma að þá er auðvitað ástandið í húsnæðismálum hér alveg skelfilegt í upphafi síðustu aldar og svo í talinu ekki að vera aftar. Og þess vegna eru auðvitað tilkoma verkamannabústaðana á 4. áratugnum í sjálfum sér gríðarlega stórt félagslegt átak og eiginlega ótrúlegt hvað það er glæsilegt og vel heppnað. Bæði gríðarlegur fjöldi, íbúðir sem stóðust alveg gæðakröfur við það sem gerðist á þeim tíma, flott hönnun. Og ef maður skoðar hér þessi hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur, þá er þetta byggt upp þannig að það er eiginlega sjálfvala. Það er með kyndistöðu, leiksvæðum, nefndu það bara. Og þessar íbúðir, þessi hús hafa staðið tímans tönn til dagsins í dag. Þau standast alveg samanburð í dag. Og hönnunin alveg ótrúlega vel heppnuð að mínu viti. Og síðan er það náttúrulega með verkamannabústaðakerfið varðandi það fólk sem er á lægstum kjörum, varðandi ungt fólk. Þá er það þetta verkamannabústaðakerfið sem stendur upp úr í gegnum þessa áratugi sem það fékk að vera í aðalatriðum í friði. Og þannig í lok síðustu aldar, þegar verkamannabústaðakerfið er lagt niður illu heilli, og að mínu viti auðvitað mestu mistök sem hafa verið gerð hér fyrr og síðar í húsnæðismálum, að þá er líklega alltaf 15.000 íbúðir í kerfinu og þá erum við að tala 15.000 fjölskyldur. Og þá kannski getum við að setja í samhengi við hvað eru mikil örlög í spilinu. Því að húsnæðið eru þetta bara lykill að góðu lífi í sjálfum sér og öryggi í húsnæðismálum. Ef þetta kerfi hefði fengið að vera í friði, þá gæti maður ímyndað sér miðað við svona taktin sem var í nýjum íbúðum á ári sem var auðvitað, ekki alltaf sami takturinn en allavega ekki verið svona 300-400, allavega 300 að meðaltali, allavega til langs tíma, þá væri maður nálgast 20.000. Og ég þarf eiginlega ekki að segja meir. Hvaða þýðingu hefði það í dag ef við værum með 20.000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu? Þannig að bara enn og aftur, bara mestu afglöp sem hafa gerst í húsnæðismálum var að leggja þetta kerfi niður.
Og mér nær að halda að fyrir ríkið, auðvitað var þetta sem var talið að þetta kostaði á mikið, mér nær að halda að hafi kostað ríkið mikið meira að leggja þetta niður heldur en að leyfa því að þroskast áfram eins og það hafiði gert. Segir trésmiðurinn Grétar Þorsteinsson, fyrrverandi forseti Alþýðusambands Íslands, sem man vitaskuld tímana tvenna í þessum efnum. Og talandi tímana í húsnæðissögu þjóðarinnar, þeir voru sko tvennir. Framundir aldamóti 1900 einkendist húsakostur alþýðufólks ekki síst af torfkofum með rekuðum moldargólfum, þröngum, köldum, rökum, loftlausum og dimmum kimum sem vart hægt að ímynda sér í dag að hafi nokkuð tíman verið mannabústaðir. En fyrir flesta þá sem fluttu á mölina, þegar þjóðflutningarnir úr sveitinni í þéttbýlið hófust fyrir alvöru, var breytingin ekkert endilega til batnaðar hvað húsaskjólið snerti. Sá alvarlegi skortur sem var á húsnæði í helstu kaupstöðum landsins upp úr 1900 þýddi öðru fremur það að stærstu hluti almennings þurfti ekki einasta að sætta sig við mikil þrengsli, heldur líka lélegar, heilsuspillandi og illa þefjandi vistarvörur sem tóku torfbæjunum engan veginn fram. Þéttbýlismyndunin þýddi með öðrum orðum afturför í húsnæðismálum fyrir stærstan hluta alþýðunar. Dæmi voru að fjölskyldur, 6-8 manns, byggju í eins herbergis íbúðum þar sem upphitun var lítil sem engin og saggi í hverju horni, en þetta herbergi var þá allt í senn borðstofa, setustofa, eldhús, svefnherbergi og geymsluklefi. Aðrar fjölskyldur byggu jafnvel í kofum sem voru ekki nema 5 fermetrar með 1,7 metra lofthæð, ef það náði þá því, svo sem algengt var líka með kjallarahólurnar sem var réttnefni á þessari tíð. En einni þeirra var lýst svo að íbúðin væri það rakafull að varla fyndist þurr blettur á gólfinni af veggjum. Fyrir vikið lægi allur fatnaður heimilisfólksins undir skemmdum og þá ónefndur megn og mikill óþefurinn í þessu híbýli sem rekja mætti til svo óþéttra skolpleiðsluna að úr þeim seytlaði stöðugt innandyra. Í Alþýðublaðinu í ársbyrjun 1922 að finna eina lýsingu af míglekum húsakynnum í borginni. Konan og börnin voru háttuð í rúm sem stóð í polli á gólfinu, segir þar, því kofinn lag og áttu þau fullt í fangi með að halda sængurfötunum þurrum í þessu eina rúmi sem þarna var inni, en reyndu þó að breiða strigapoka yfir það. Og í þessu eina rúmi, segir ennfremur í blaðinu, svaf öll heila fjölskyldan, 5 manns, því fleiri rúm hefði ekki komist fyrir í kofanum. Ástandið var hrikalegt. Könnun sem gerð var á húsnæðismálum árið 1928 leiddi í ljós að 40% allra íbúða í Reykjavík voru annarkvort í kjallara eða undir súð. Fjórðungur íbúðana var aðeins 1 herbergi. Í einu verelsi án eldhús bjuggu mest 7 manns. Í einu kamesi með aðgangi að eldhúsi bjuggu mest 9 og í einu herbergi með eldhúsi mest 11. Að meðaltali bjuggu 3 í hverri eins herbergis íbúð. Húsakostur Íslendinga fyrir árið 1900 var nú ekki upp á marga fiska. Nei, það alveg rétt hjá þér, það var ekki upp á marga fiska. En það var náttúrulega líka það eru svo mikla breytingar í samfélaginu á þessum tíma. Og hvaða breytingar eru það? Það nákvæmlega það sem að gerast að fólk flykkist úr sveit í bæ og kauptún og kaupstaðir og bæir verða til á þessum tíma en vandinn auðvitað þessi að það ekkert húsaskjól til fyrir þetta fólk og þessi hugsun náttúrulega heldur ekki til að það sé hlutverk samfélags að koma þaki yfir höfuð á fólki. Það bara ekki til á þessum tíma og svo hugmynd að hún verður kannski ekki til svona fyrir en aðeins liðið á 20. öldinni. Og fólk átti eiginlega bara að vera í sveitinni. Já, það auðvitað sko, þessar hugmyndir það að sveitin sé hinn rétti staður fyrir Íslendinga, það án eins lengi og eru kannski hér lifa kannski einhverju leyti góðu lífi enn þann dag í dag en á öndverðri 20. öld þá eru þær við líði og lifa góðu lífi. En auðvitað samfélagið það að breytast hratt á þessum tíma og
fólk hverfur frá þessum hugmyndum og sér framtíð sína einmitt ekki í sveitinni, það sér framtíð sína á mölinni, það sér framtíð sína sem launafólk við sjávarútveg eða iðnað eða einhver önnur störf og það óskar ungt fólk það flestir, minnstu kosti, þeir eða mjög margir þeir leita í bæina. Og það verður mikill hvellur, það skortir húsnæði svo munar og þetta eru bara kofarskrifli í mörgu tilviku sem fólk að hírast í. Já, það er auðvitað það sem gerist að það er allt húsnæði nýtt. Það geta verið útihús, það eru kjallarar, það eru ris og almennt má segja að ástandið í þessum málum er slæmt langt fram eftir 20. öld, eiginlega alveg ótrúlega lengi. Og þetta getur maður nú víða lesið í ævisögum, í dagblöðum og bókum frá þessum tíma þar sem að fólk lýsir aðstæðum sínum og þær hafa verið hreint skelfilegar í mörgum tilvikum. En af hverju tókst okkur ekki að koma okkur almennilegu húsnæði yfir okkur? Skorti efni, skorti fjármagn, skorti frumkvæði? Það skorti bara vilja. Það er ekkert flóknar en það. Það er, eins og ég sagði áðan, það er lengi vel ekkert litið svo á að þetta sé samfélagslegt verkefni að koma hér upp húsnæði fyrir almenning. Það á fólk bara að gera sjálft. Og það gera auðvitað margir á þessum tíma að koma sér upp, komast byggja, byrja bara byggja. Það er hægt að lesa þetta til dæmis í bókum Tryggva Emilssonar þegar hann er að byggja Norður á Akureyri og það eru til myndir af svona húsakynnum sem hafa auðvitað verið betra en ekki neitt en eru ótrúlega einföld ef að svo má segja og hefur náttúrulega skort öll þægindi. Segir höfundur 100 ára sögu Alþýðusambands Íslands. En við höldum áfram með þáttinn hér innan skamms og fjöllum þá enn frekar húsnæðisþátt verkalýðsbaráttunnar á Íslandi. Komið sælir áhundur góðir á nýja leik. Við erum að fjalla verkalýðsbaráttuna á Íslandi og þátt húsnæðis í þeirri sögu allri. Og það verður að segjast alveg eins og að frá því að við hýrðumst í torfkofum og illa lekum Burstabæjum, þá hefur þessi saga verið á köflum æði auðmýkjandi eins og margir forystumenn verkalýðshreyfingarinnar geta sagt frá. Mínar minningar húsnæðismál í Reykjavík eru þannig að ég bara eins árs þegar foreldrar mínir flytja. Pabbi hafði farið 2 árum áður að undirbúa jarðveginn og leita að húsnæði, það var mikið mál. Og hann fær litla íbúð á Vegamótastíg 9 upp brattan stiga. Þar var kolaeldavél á miðju gólfi og fata með kolum í, eins lítil stofa og svefnherbergi og engin lúxus, ekki til, ekki fyrir en eitt útvarp kom. Þarna var líka gömul kona, einu herbergi og synir hjónanna niðri í öðru herbergi. Og svo var dótið heilmikið, það var einhver svona afgangur eða eitthvað, það var það geymt undir súð. Þarna bjuggum við, þá ég 5 ára gömul og þetta var mjög oft erfitt vegna þess að engin þvottaaðstaða, mamma fór með þvottinn í svona lérufspoka skulum við segja eða vafið inn í lakið til vinkonu sinnar upp á Skólavörðustíg 15 og þvoði þar og allt þetta fólk á þessu svæði var að hjálpa hvert öðru því það voru öll hús full af fólki. Það skildi engan undra að íslensk verkalýðshreyfing hafi sett húsnæðismálin á oddinn frá fyrstu tíð
enda hófst stéttavakningin hér á landi á akkurat sama tíma og alþýða fólks tók að tróða sér inn í hráslagaleg og heilsuspillandi kofaskrifli sem var hróflað upp af algjörum vanefnum. Og þau voru skör neðar en hermannabrekkarnir sem síðar meir björguðu mörgum fjölskyldunum frá kulda og trekki og langvarandi veikindum af völdum lélegs húsakosts. Í samjöfnuði þessa tíma, þegar komið var undir miðja öld, voru brekkarnir hallir í samjöfnuði við mörg hrófatildurinn og hrákasmiðina alla borg. Og sögurnar eru sárar svo lengi fram eftir síðustu öld, svo sem frásögn fjölskylduföðurins frá því seint á 7. áratugnum sem kvaðst muna eftir öllum stigum húsnæðisvandans. Ég þekki það að liggja á gólfinu með börnin, rifjar hann upp, að hafast við í einu oflausu herbergi, bætir hann við, að skjálfa af kulda í fletinu og reyna af öllum mætti að hlúa að börnunum, og hann gleymir ekki einni nóttinni úti í Skildinganessi þegar hann vaknaði við hvítan kottan af snjó. Þetta leyti, og upp úr miðri síðustu öld, voru þær fjölskyldur heppnar og raunar í meira lagi lánsamar sem höfðu fengið inni í nýreistum verkamannabústöðunum við Hringbraut og sambærilegum híbýlum sem verkalýðshreyfingin lét reisa víður land, svo sem á Akureyri og á Siglufirði. Þessi húsakynni settu ný viðmið hér á landi fyrir alþýðu fólks, enda var stöðugur gestagangur í fyrstu íbúðunum og upp úr 1930. Slíka voru nýjungarnar og aðbúnaðurinn allur glæsilegur. Gestirnir þurftu að fá að sjá vassalerni og baðkar og eldhúsið, og algengt varð á þessum umbreytingatíma að gestir og gangandi kæmu í verkó til að fá að fara í bað, sem var ígildi ekkert minna en vellistinga. Já, þessi saga er átakanleg og hún er líka ljúfsár. Já, sko, húsnæðisskorturinn hefur auðvitað verið var mikill á höfuðborgarsvæðinu, en hann var líka út á landi. Foreldrar mínir sem fluttu til Siglufjarðar, móðir mín kom þangað 1943, þau fóru stað og stað, faðir minn hafði húsnæði eitt herbergi, svo fóru þau stað og stað og leigðu, byggðu sér síðan húsnæði sem þau fluttu inn í 1947. Það var 84 fermetrar. Það voru 2 stofur, 2 svefnherbergi og eldhús, og þau leigðu, það voru 3 fjölskyldur sem bjuggu í þessu húsnæði og nýttu saman eldhúsið. Þannig að húsnæðisskortur var á þessum árum gríðarlega mikill líka á þessum uppgangsplássum út land. Og síðan á þessum árum það eru sett lög 1943 húsaleigu, þar sem að heimamenn máttu ekki leigja aðkomufólki, og aðkomufólk gat sætt því að vera borið út ef að það var komið í húsnæði sem að heimamenn áttu, og það var meira síðan svona lögum kveðið á það að það yrði tekið húsnæði ef það væri talið of stórt fyrir þann sem í því bjó. Sko, langt fram eftir síðustu öld, þá bjöggum menn hér í Reykjavík við húsnæði, heilsuspillandi húsnæði í kjöllurum, í risum, í bröggum, og þetta var mjög alvarlegt ástand. Þannig síðan gerðist það 1965, og það er mjög þýðingarmikill þáttur í þessu máli, að þá gerður samningur við ríkisvaldið að fara í byggingar á 1000 eignaríbúðum. Reykjavíkurborg átti að byggja 250 leiguíbúðir. Við sem vorum í nefndin sem úthlutuðum þessum íbúðum, við fórum og skoðum kjör þessa fólks, og sannleikurinn var sá að þegar auglýst var að þessar 1000 íbúðir væri til sölu, það voru 5000 mann sem sóttu Við sem vorum í nefndinu skoðuðum hérna aðstöður þessa fólks, það var alveg hörmungar ástand, og sannleikurinn var sá að það var mikið það að fólk hjón bjuggu í sitt hvoru lagi hjá sitt hvoru foreldri. Ég vissi dæmi það, og það kom fram þarna. 3 fjölskyldur bjuggu í 3 herbergi íbúð. Þetta var 11 manns sem tróð sér þarna inn í 3 herbergi íbúð, og það var líka mikið það að fólk byggi í kjöllurum. Ég fór inn í íbúð inn í Hlíðunum, þar sem var það var í risi, og það var hægt að standa uppréttur í miðri baðstofunni sem var nánast eins og gangur. Allt annað,
þar var ekki hægt að standa uppréttur. Konan bauð okkur, blessuð konan, bauð okkur kaffi í eldhúsinu og það var ekki hægt að standa þar uppréttur. Hún sagði, hér glugginn og hér hægt að standa uppréttur, sagði hún og opnaði gluggann og horfa, hér hægt að standa uppréttur og horfa á þökin í nágrenninu. Svona var þetta. Auðvitað hafa húsnæðismál alveg frá upphaf þessar hreyfingar verið alltaf einhvern veginn í lykilsæti og verið fólki áhugjefni, bæði í upphaf þessar hreyfingar í byrjun síðustu aldar og í sjálfu sér það enn. Og ástæðan í sjálfu sér bara skiljanleg, vegna þess að húsnæðismál eru að hluta til auðvitað lífskjör í formi þess að hafa ráð á því að borga þá leigu eða kaupa, hafa tekjur til þess að standa undir þessu. Þetta langstæðsti liður í rekstri heimilis húsnæðisliðurinn. En þetta líka auðvitað bara mannréttindamál að geta búið sér og sinni fjölskyldu til það öryggi sem felst í því að hafa þennan samastað. Innan veggja heimilisins eitthvað sem við öll skynjum sem friðhelgin. Og ef þú hefur ekki slíkt upp á að bjóða, gagnvart þinni fjölskyldu, börnum þínum, þá það auðvitað ágefni. Þess vegna hefur þetta verið í gegnum hreyfinguna, gegnum söguna, alltaf efst á blaði, allra þinga Alþýðusambandsins fjallað húsnæðismál. Í dag getum við sagt að allir hafa áhyggjur af húsnæðismálum. Allir tekjuhópar. Auðvitað sérstaklega þeir lægstu, tekjulægstu, vegna þess að þeir eru að nota upp undir helming tekna sinna til að borga leigu eða reyna að koma sér í öruggt skjól, sem þetta sér hver heilvita maður að gengur ekkert upp. En líka þeir sem að betur mega sín, vegna þess að húsnæðislánin eru áhyggjuefni allra. Það enginn svar að njóta þess að vera í einhverju húsnæðisöryggi. Og þess vegna hreyfingin beitt sér fyrir bæði uppbyggingu íbúða fyrir þá tekjulægstu, verkamannabústaðakerfið og þá núna í gegnum Bjarg búið að vera, ég held að sé bara mjög mikilvæg sigur hreyfingar að geta komist í ganga aftur. En það líka verið Alþýðusambandinu tamt að ræða almenna húsnæðiskerfið, lána möguleika þeirra sem geta keypt. Húsnæðisstofnun var niðurstaða kjarasamninga, fjármögnun hennar var niðurstaða kjarasamninga eftir Sigtunshópinn og misgengi laun og lána á sínu tíma. Og við erum enn með tillögur að breyta húsnæðislánakerfi til þess að gera öllum kleift að fá þetta öryggi. Húsnæðismálun eru eitt af stærstu samfélagsmálunum okkar í dag. Það brennur mjög á öllum fjölskyldum, hversu alvarleg staða þar Við tala nú ekki unga fólkið og það einmitt þess vegna sem ASÍ og BSRB fóru af stað strax eftir lagasetningu það að koma á fót varanlegum leigumarkaði hér þar sem við höfum verið að vinna því að koma því á stað. Það hefur gengið ágætlega en undirbúningstíminn allt og langur og við erum orðið dálítið óþreyjufull að geta farið að auglýsa og gefa fólki virkilega val þessa möguleika. En enn ég nú trúið á það að það verði innan skamms og við munum opna fyrstu auglýsingarnar þannig að fólk geti farið að sækja í þessu mikilvæga kerfi. Megin markmið þessa kerfis að tryggja fólki varanlegt leiguhúsnæði á ásættilegum kjörum og ég legg mikla áherslu á varanlegt leiguhúsnæði vegna að það auðvitað eitt af því erfiðasta sem hefur verið á vinnumarkaði undanfarið. Það að fólk að flæmast á milli skólasvæða og milli svæða í leiguhúsnæði og getur varla sofið almennilega vegna áhyggna það hvar fjölskylda þeirra býr næstu misseri. Það vitaskuld margt breyst á 100 árum og þegar það kemur að húsnæðismálum þjóðarinnar hefur svo að segja allt breyst frá torfkofunum, kofaskriflunum og upp í stóru fjölbýlishúsin í Breiðholti og víðar borg og bæi. En sagan líka svolítið að endurtaka sig. Við vorum að reisa verkamannabústaði fyrir bráðum 100 árum og kannski eru þeir að koma aftur. Já, niðurstaðan eftir öll þessi ár svo að það vantar tryggan leigumarkað. Bjarg mun koma inn á þennan markað með sínar íbúðir þar sem við ætlum að veita fólki húsnæðisöryggi til langs tíma. Og það sannarlegt að leigumarkaðan sem í dag og séreignamarkaðurinn, hann ekki að sinna öllum þessum hópi, þannig að það þarf að vera til staðar félagslegt úrræði líka. Og það okkar markmið að veita fólki öruggt húsnæði, það sem getur skapað sitt eigin heimili
með því að vera með langtíma leigusamninga og geta búið sér heimil til framtíðar. Ég tel að með Bjargi sé verið að stíga skref verulega í áttina því sem var þegar við höfðum verkefnabústaðakerfi og ég held að nálgunin hjá Bjargi sé bara mjög forvitnileg. Ég hef kynnt mér hana og gríðarlega svona mikil ábyrgð á varðandi kostnaðarliði og slíka hluti. Þannig ég held að þar séum við að stíga hárrétt skref og ég vona bara að það eigi eftir að vaxa og dafna í framtíðinni. Þörfin sannarlega til staðar. Þessum fyrsta þætti í sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi að ljúka. Í næsta þætti ætlum við að fjalla samningsréttinn og horfa allt aftur til þess tíma þegar almennt launafólk á Íslandi var svo að segja réttlaust. Fylgist endilega með, en í millitíðinni góðar stundir.